Góðan daginn. Ég set hér 33. fund bæjarstjórnar sem haldinn í bæjarstjórnarsal 5. 27. febrúar 2025 og hófst hann klukkan 17. Fundinn sitja Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Guðmundur Kolbeinn Björnsson, Hrafnhildur Hallarsdóttir sem hér stendur og stýrir fundi, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Már Ragnarsson, Haukur Garðarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir og Jón Sindri Emilsson sem að sér útsendinguna. Fundurinn sendur út og hægt að sjá hann á YouTube-rás bæjarfélagsins, sveitarfélagsins og hér er Gyða Steinsdóttir sem að ritar fundagerð. Sagði ég ekki Guðmundur Kolbeinn Björnsson? Þú ert alveg greinilega að skrifa hérna, en Guðmundur Kolbeinn Björnsson hann er vissulega á þessu fundi og það er hér sagt. Takk Gyða. Fer ekki milli mála. Hér er dagskrá sem að samanstendur af svo mikið sem 13 liðum. Þannig að við skulum bara fara gangandi þess dagskrár. Fyrsti liður er fundagerð frá 30. fundi bæjarráðs sem er lagt til fram til kynningar og orðið er laust. Ragnar Már bæjarfulltrúi og ílistaði beðið um orðið. Gerðu svo vel, Ragnar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það eru 2 mál sem ég langar aðeins að innbræða þarna á. Það er annars vegar liður númer 10 í fundagerð bæjarráðs. Það er erindi frá Breiðafjarðarnefnd og snýr að jarðvinnu við Búðanes. Bara svo að komi fram að þá snýst erindið það frá Breiðafjarðarnefnd snýst það að þeir gera athugasemd við það að það sé búið að ryðja jarðvegi út í fjöruna þar sem að eru sjávarminjar eða sjávarfitjar sem að hafa mikið verndargildi. Þær skýringar sem að við höfum fengið varðandi þetta mál eru að það sé verið að vinna þarna eftir heildarhönnun á svæðinu og ég allan að hef ekki séð þessa hönnun og ég veit ekki til þess að aðri bæjarfulltrúar hafi séð hana heldur en bæjarráð fól bæjarstjóra að gera drög að bréfi til nefndarinnar þar sem þessu verður svarað og þá væntanlega fáum við að sjá þessa hönnun sem er verið að vinna eftir og var held ég styrkt af Náttúrufræðistofnun eða eitthvað alveg. Hitt er númer 25 fjárhagsáætlun bæjarins. Og á fundinum bæjarráðsfundinum var rætt meðal annars kaup á færanlegum kennslustofum sem að standa í Grafarholtinu, Dalskóla og eru cirka 500 fermetrar. Helmingurinn af því eru gámaeiningar og 200 fermetrar eru timburhús. Timburhús svona færanleg kennslustofa. Maður fagnar því sannarlega að það sé verið að loksins að horfa til stækkunar skólans og við erum búin að nefna það í minni hlutanum fyrst L-listinn held ég 2014 og svo hefur við verið að innbráð þessu svona reglulega síðan. Það sem að vekur hins vegar svona smá ugg hjá manni er tvennt. Það er sá kostnaður sem að þetta mun hafi í för með sér. Að kaupa 500 fermetra þegar við kannski þurfum ekki nema 150 og við fáum þetta sannlega á 5 milljónir en einhver hluta vegna er þetta búið að vera sölu í rúmt ár. Þannig að það er svona, maður hefur svona smá innsýn í hvað kostar að flytja svona húsnæði úr Reykjavík og hann er búið að gera þetta í Snæfellsbæ. Spurning með 500 fermetra, kannski lægi með þess að 200 fermetra sem að koma til með að standa þarna fyrir ofan skólan en svona með þær tölur sem var heyrt var í þetta flutning og svona til að jarðvinnan sem er nú þegar hafin og við erum ekki búin að
sækjum leyfi til okkar sjálfa fyrir framkvæmdinni, að þá ég ansi hræddur að svona heildarkostnaðurinn verði einhvers staðar 60 til 70, jafnvel 80 milljónir við allan pakkan. Og þá spurning, hefði kannski verið eðlilegt að byggja frekar nýtt 150 fermetra hús ef það er það sem við þurfum, í staðinn fyrir að kaupa 500 fermetra sem hafa náttúrulega í fyrsta lagi mikinn kostnaði í för með sér og tala nú ekki reksturinn. Við þurfum að viðhalda þessu. Og það svona farið að gera grín að því að það sé komin svona fötuvísitala ef að hvort það eru 4 fötur inn á kennarastofun upp í skóla eftir leka eða 5 þennan daginn. Þannig að ég hitt svona aðeins spurningamerki við þetta hvort að við höfum átt að aðeins að staldra við. Ég veit að tími var knappur til að kaupa þetta var einhvers konar uppbóðsferli en þessi greiningavinna hefur í rauninni aldrei farið fram. Hvað þurfum við nákvæmlega mikið húsnæði upp í skóla til að mæta þörfinni? Ég ætla bara að koma þessu framfæri. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Orðið laust undir lið 1. Steinunn Ingibjörg, bæjarfulltrúi Hálista. Gerðu svo vel. Fundarstjóri, ágætu fundamenn, langar aðeins að bregðast við þessu. Varðandi þessi húsakaup, það er rétt sem Ragnar segir, tíminn var knappur og þetta var svolítið í þessu tilfelli að rökkva eða stökkva. Við fengum þetta á góðu verði, vissulega meira magn heldur en við lögðum upp með í upphafi að sækjast eftir. En þarna sáum við og af höfðu samráði við aðila sem þekkja til og þá virtist þetta vera góður kostur og ég tel að þetta sé góður kostur. Og ég veit ekki annað en að þetta sé ánægju með þetta innan skólans til að mynda. Ég held að það að því við erum búin að ræða þetta aftur og bak og áfram, hvað sé þetta að gera í stöðunni, hvernig getum snúið okkur í þessu, hvort við eigum að setja færanlega kennslustofur, hvort við eigum að endurskipuleggja rýmið inn í skólanum, taka bókasafnið undir og hvað eina, eins og bæjarfulltrúar að vita, þá er þetta málefni sem við erum búin að velta aftur og bak og áfram fyrir okkur. Og ég tel að þarna séum við komin niður á lausn sem að við getum allavega sætt okkur við í ákveðin tíma. Varðandi föturnar og lekan í grunnskólanum, ég hef nú ekki heyrt um þetta fötuvandamál en ég veit að það er ákveðin leki í gluggum þarna á ákveðnum stöðum, held ég, að mig minnir, og það liggur fyrir að það á að laga það. En það þarf bara að vera í ákveðinu röð á forgangslistanum og það er sannarlega þar. Hvenær verður farið í það veit ég ekki nákvæmlega. Varðandi fyrirspurnina frá Breiðafjarðarnefnd, að þá ræddum við þetta, tókum við þetta fyrir á síðasta bæjarráðsfundi. Við vorum ekki með, það er rétt sem Ragnar segir, við vorum ekki með nákvæmar lýsingar á því hvernig þessi heildarmynd liggur fyrir og fólum bæjarstjóra að svara þessu og fáum þá að sjá heildarmyndina þegar það kemur. Það sem að bæjarstjóri var ekki viðstaddur síðasta bæjarráðsfund og þá var erfitt að ganga eftir svörum og mér fannst mér bera skylda til þess að koma hérna upp og svara því líka þar sem hann er heldur ekki staddur á þessum fundi og getur ekki sagt okkur nánar frá þessu máli. En síðast þegar ég vissi að þá lá þetta í höndum bæjarstjóra og íþrótt- og tómstundafulltrúa, hann var inn í þessu dæmi líka. Þannig að vonandi bara fáum við sem fyrst að sjá hvað máli varðar. En varðandi húsnæðið, þá tel ég þetta hafa verið rétt ákvörðun hjá okkur. Það er enginn sem kemur til með að segja að við þurfum endilega að eiga allt þetta magn. Við þá bara skoðum það þegar það kemur. Tökum eitt dag í einu. Takk. Orðið laust undir lið 1. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi og Ylista, gerðu svo vel. Forseti, fundamenn. Mér langar aðeins að því að Ragnar tók þetta upp að koma aðeins inn á þetta líka með skólanum. Ég fagna því virkilega að það er verið að fara í þetta mál. Þetta hefur verið í gegnum árin talið og svona eitt af fyrstu málum sem ég talið eftir að koma í bæjarstjórn að það þyrfti að gerast eitthvað þarna.
mér langar aðeins að lýsa aðdragandanum sko. Það var hringt í mig á miðvikudagsmorgni sem sagt, fyrir síðasta bæjarráðsfund sem var í síðustu viku og mér er sagt að það sé búið að kaupa hús og maður þetta svona kannski var svolítið hvumsa við því en fekk svo sendar upplýsingur af það hvað þetta væri og fór svo að skoða það og þetta gerist það hratt og svo er máli kynnt sem sagt á bæjarráðsfundi daginn eftir, búið að taka þessa ákvörðun. Það sem ég langar að segja með þetta að í öllum þeim lausnum sem hefur verið að ræða þá er mest verið að reyna að leita að plássi inn í húsinu og við gerð fjárhagsáætlunar þá var verið að tala um það líka að fara í og reyna að finna meira plássi inn í húsinu sem er alveg vinkil sem er fínt að skoða, ekkert af því og samanskap er heldur ekkert af því að skoða vinkil eins og þennan þetta er bara fínt vinkil að skoða önnur hús en með eins og færanlega kennslustofu sko þá er þetta ekki borið saman við neitt annað, þetta bara gerist þetta hratt. Hugsanlega hefði verið gáfulegra að byggja bara nýja færanlega kennslu og setja. En miðað við það með að vera tilbúin að skoða þetta, þá hefði verið frábært að við hefum verið búin að undirbúa það vel að við hefðum getað sett hugsanlega deiliskipulagið með færanlega kennslustofu inn í þarna væri pláss fyrir það. Það væri svona að maður væri að hugsa það langt fram í tímann að þetta gæti verið lausn sem við þyrftum að fara í. Mér skrítið að þetta er eitthvað sem við höfum ekki rætt sko. Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir þessu inni, það er að gera ráð fyrir ákveðnum upphæðum í að kaupa bíl upp á Hammarendum ef maður rétt, ég man ekki hvað var að háa upp að 20-30 milljónir, það er gerð einhverjar ráðstafanir í svona aðra hluti sem fylgja þessu að það þurfi kannski að eyða peningi að innrétta og svo framvegis sko, þannig að það er einhver peningur í fjárhagsáætlun fyrir þessu en kannski ekki fyrir heildarupphæðina sem við erum að tala um þarna og þetta er náttúrulega það væri mjög æskilegt að það geta rætt þetta, þetta er eins og hús sem var búið að sölu í 1 ár og menn hefði getið verið búin að skoða það miklu betur, alveg klálega. Þetta gerist mjög hratt og við fáum ekkert þetta að segja. Lýsingin sem er í fjárhagsáætlun, það göngum út frá ákveðinni hugmynd en það er farið einhver allt annan vinkil sem er tekið sko. Og hann er ekki einu svona ræddur, það er ekkert sem er tekið, það verður að hafa fund og skjóta sig inn sko, þetta er býsna stór ákvörðun. Og mér finnst þetta svona svolítið skrítið stjórnsýsla og það er líka mjög skrítið stjórnsýsla að nánast daginn eftir, ég veit ekki hvernig að byrja, það er bara að byrja að grafa. Og við erum stjórnsýslan, það eru við sem höfum eftirlit með því að aðrir fara til lögum og reglum, það sé farið í grenndarkynningar, það sé gerð deiliskipulög og við förum ekki eftir því sjálf. Og það er eitthvað sem þetta er ekki gott fordæmi. Ef einhver byrjar að gera eitthvað núna, eigum við þá bara að segja, herru, þú mátt ekki gera það, segir burt með þetta, þið gera það hvort þið sjálf. Við erum, þó við séum hérna í stjórnsýslunni og þó þetta sé fyrir bæinn, þá eigum við að sýna okkar íbúum þá virðingu að það sé farið til lögum og reglum. Og þegar það gerir svona hratt, þá erum við ekki tilbúin með það. Og það finnst mér mjög slæmt. Ég sá að það var að byrja að grafa þarna og þeir eru konur held í býsna langt með það. Hver gaf leyfi til þess? Hver hefur rétt þess að gefa leyfi til þess? Á að fara fram í framhaldi kynning á þessu. Ætlum við að fara í grenndarkynningu núna þegar við erum búin að grafa hóluna og sem þetta er að koma og vona enginn gera athugasemd. Við erum komið svolítið fram okkur, segja það. Líka varðandi það að nýta ekki allar byggingarnar. Menn hafa rætt hugmyndir, það eru hugsanlega pláss fyrir sumt af þessu. Ég veit ekki hvernig ástandið það þurfti að meta það líka og það er líka annað sem við gátum kannski illa gert að meta hvernig ástandið var á þessu. En ef að það ekki að nýta þetta, þá ættum við ekki að flytja það hingað. Það kostar helling að flytja allt þetta húsnæði. Og það er ekki víst að við finnum not fyrir það hér eða getum selt það hér. Kannski er eitthvað það illa að fara, það þarf að setja í förgun, það þarf að fara strax í förgun. Það er engin ástæða sem verður að flytja þetta hingað og henda þessu hér. Þannig að þetta mál náttúrulega er eitthvað sem er komið að stað og við þurfum að taka því bara eins og það er og með raunsæi og gera þetta að skynsemi. Ekki flytja eitthvað ruslingar sem við getum ekki nýtt, hendum því strax. Ef að selja eitthvað þá svo erum við að selja það strax því það getur vel verið að það verið keypt í Reykjavík eitthvað fyrir sunnan og taka það hingað sem við ætlum að nýta og við þurfum alltaf að hittast og ræða hvar við ætlum að setja niður. Það er bara ekki vitað og hvernig, það er heldur ekki vitað. Þannig að mér finnst þetta ekki alveg góð framkvæmd sem að fór af stað. Kannski er þetta mesta snill sem til er að fá hús á 5 milljónir og geta gert helling úr þessu. Kannski er þetta versta framkvæmd sem hefur átt sér stað hérna í fleiri ár. Ég vona innilega að þetta hús fá ekki eitthvað uppnefni í framtíðinni af því að menn er eitthvað óánægð með þetta, en ég held að sé alveg ljóst að við erum að fara að taka þetta hús og það þarf að setja hann í þak á það. Kannski ekki hús en gámar, alveg pottþétt.
það þarf að klæða þetta utan, ég veit ekki ástand á gluggunum, ég vona innra að það sé eitthvað sem við þurfum ekki að skipta líka. Og svo þarf að stúka þetta af inni og hugsa innrétta líka, þannig að eru kannski í rauninni bara að fá þarna grindina sem er einangruð og það getur tölur kostnar og þetta getur við á upp á sig. Þetta er svona verkefni sem að þarf að sjálfsögðu halda vel utan kostnaðar á, þannig að við vitum hver endanlega kostnaður er á. Og ég bara fer fram á það núna að það verði haldið það vel utanum og við fáum svona fréttir af því jafnóðum hvað þetta er. Ég held ég láti þetta nægja í bili. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Haukur. Og orðið er enn laust undir lið 1. Steinunn Ingibjörg, gerðu svo vel. Fundarstjóri ágætu bæjarfulltrúar. Ég tel mig núna að koma hérna upp aftur til þess að árétta það aftur að það fór aðili fyrir okkur og skoða þetta og mér hugnast ekki að áður en að hlutirnir eru komnir að það sé farið að tala um eitthvað drasl og eitthvað sem að sé ónýtt og annað þess aftar. Aftur viðurkenni ég og segi, það er alveg rétt hjá Hauki, ég fekk ekkert að vita af þessu fyrr en hann, en þetta þurfti að gerast hratt, þetta var uppboð, ef ég skildi hlutina rétt sem að var í gangi og til að taka þátt í því að þá urðum að bregðast við og það varð að fara frá okkur. Þetta var upp á von og óvon, við vissum ekki hvort við fengjum þetta eða ekki og jú við fengum þetta. En það var þó ekki farið á stað með það að stökkva á þetta fyrr en að aðili var búinn að fara og kíkja yfir þetta hvort þetta væri eitthvað raunhæft, hvort þetta væri eitthvað sem að við gætum notað, hvort þetta væri eitthvað sem ekki þyrfti mikið að gera fyrir þannig að hægt væri að fara beint í að nota. Þannig ég vildi bara árétta það hér. Þetta var ekki stokkið á þetta algjörlega óséð og óskoðað. Takk. Takk fyrir þetta, Steinunn. Orðið er laust undir lið 1. Og það kveður sér engin ljós. Ég tek undir með Steinunni bæjarfulltrúa Hálistans að þessi umræða var alveg fjárhagsáætlun umræðu að hugsanlega setja upp færanlegar kennslustofur og bæjarfulltrúar Ílistans hafa rætt það að kaupa færanlegar kennslustofur, kaupa notar bara í langan tíma, ekki bara núna. Þannig að mér finnst, ég segi eins og Steinunn, mér finnst óþarft að tala hlutir niður, þetta var skoðað fyrir okkur og við vorum ekki að kaupa drasl og við ætlum ekki að flytja drasl vestur til þess að fleygja þar. Og það er líka bara galið að vera að kasta fram einhverjum upphæðum út í loftið hvað kostnaður verður. En hins vegar munum við örugglega að tala um þetta áfram, annars það bæjarráðsfundi og bæjarstjórnarfundi. En það er komið lið 2. Stjórn Náttúrustofu Vesturlands er lögð fram fundargerð 5. fundar stjórnar Náttúrustofu Vesturlands, lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin hversu hljós. Liður 3 skóla- og fræðslunefnd, lögð fram fundargerð 18. fundar skóla- og fræðslunefndar, lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Ragnar Már, gerðu svo vel. Haukur Ragnarsson. Haukur Már, gerðu svo vel. Haukur Már. Ragnar Már, gerðu svo vel. Ég ætla nú bara að fá að nota tækifærið hérna að því við erum í skóla- og fræðslunefnd bara aðeins til að bregðast við orðum Hrafnhildar. Ég held að við aldrei komum fram í mál okkar að við værum að kaupa eitthvað drasl. Það er væntanlega einhver ástæða samt fyrir því að borgin er ekki búin að selja þetta og borgin sem er í miklu húsnæðisvandræðum sér ekki fært að nýta húsið sjálft. Þessi hús sem við erum að kaupa. Ég fagnaði að það sé verið að kaupa færanlega kennslustofu, sannarlega. En það sem við nefndum henda fram upphæðum var þetta kostnaðinn. Ég held ég hef sagt á orðið rétt að ég er hræddur að kostnaðurinn verði ansi hár við þetta. Og það hefði jafnvel borgað sig að byggja nýtt. Bara svo það sé áréttað. Takk. Takk Ragnar Már Ragnarsson. Það kom fram að það væri drasl hjá honum Hauki. Eða, já, mögulega drasl sem við varum að flytja vestur, eða öðru konum ykkar. En
Við skulum bara vona að þetta verða hinnar fínustu kennslustofur þar sem verður gott að kenna börnunum okkar og fari vel þarna. En liður 4, fundargerð skipulagsnefndar frá 27. fundi nefndarinnar, lagt til fram til kynningar og orðið laust. Engin kveðjuljós. Liður 5, fundargerðir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Það eru lagðar hér fram fundargerðir frá fundi nr. 960, 961 og 962 frá 13. desember 24 og 17. og 22. janúar 25, lagt til fram til kynningar og orðið laust. Engin kveðjuljós. Liður 6, fundargerðir Breiðafjarðarnefndar, lögð hér fram fundargerð frá fundi nr. 228, lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Engin kveðjuljós. Þá kom að lið 7 sem er þetta skemmtilega verkefni, það er þjóðhátíðarnefnd fyrir hátíðahöld í Stykkishólmi 17. júní næstkomandi. Það er lögð hér fram tillaga. Ásamt skýrslu formanns frá síðasta ári, þessi fínir skýrsla frá henni Þórunni Eyþórs, það var formaður síðasta ári. Og bæjarráð vísa á 30. fundi sínum skipun nefndarinnar til næsta bæjarstjórnar fundar og orðið laust undir lið 7. Núna hélt ég að allir kemur í pontu og segja ég býði þessi fram í þjóðhátíðarnefnd. En þá ætla ég að lesa upp þessi nöfn, þessi 14 nöfn sem eru hérna. Vil ég samþykkja hvert og eitt, má ekki lesa bara öll í belg og bið. Samþykkt. Björg Guðrún Einarsdóttir formaður. Aðrir í nefndinni eru Snjólfur Björnsson, Árni Ásgeirsson, Steinar Björnsson, Adda Sigríður Ásmundardóttir, Bergdís Eyland Gestsdóttir, Guðni Sumarleðarsson, Birkir Freyr Björgvinsson, Birgitta Mjöll Magnúsdóttir, Bæring Nói Dagsson, Síren Sara Bernaldez Casas, Orri Arason, Þröstur Ingi Auðunsson og Klátía Silvía Gunnarsdóttir. Og bæjarstjórn samþykkir samhljóða skipa þessa aðila þjóðhátíðarnefnd 2025. Hverju eru samþykkið því? Það er samþykkt samhljóða. Það verður spennandi dagskrá í sumar. Liður 8, kallhamrar og hamraendar, skipulagsáætlanir. Aðalskipulags og deiliskipulags. Hér er lögð fram skipulagsgögn vegna breytingu á aðalskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 vegna stækkunar athafnasvæðis við Hamraenda og grænna iðngarða við Kallhamar. Skipulagsnefnd óskaði á 25. fundi sínum eftir því að skipulagshönnur og VFSO ráðgjöf ljúki við gerð skipulagsgagna, þar með talið greinargerðar og umhverfisskýrslu í samræmi við umræður á fundinum. Bæjarráð staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar á 27. fundi sínum. Skipulagshönnur kom til fundar og gerði grein fyrir fyrirliggjandi vinnu skipulagshönnuðar og VFSO á 27. fundi skipulagsnefndar. Nefndin taldi þær áherslur sem framkom í þeim gögnum sem lágu fyrir fundinum og þau áform sem kynnt voru fyrir nefndinni í samræmi við áherslur nefndarinnar. Á 27. fundi skipulagsnefndar voru lögð fram uppfærð skipulagsgögn í samræmi við framangreind. Skipulagsnefnd samþykkir að kynna fyrirliggjandi vinnslutillögu að breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins 2002 til 2022 samanber 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Samhliða verði kynntar vinnslutillögur deiliskipulagsáætlana fyrir Kallhamar og Hamraenda samanber 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga. Bæjarráð staðfesti á 30. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði málinu til afgreiðslu í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 8. Engin hefur kveðið sér ljós. Bæjarstjórn staðfesti samhljóða afgreiðslu skipulagsnefndar. Hverju eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Þá komið að lið 9, Kallhamar og Hamraenda, skipulagsáætlanir, aðalskipulags og deiliskipulags. Hér er lögð fram skipulagsgögn vegna vinnu við ný deiliskipulög fyrir Kallhamar og Hamraenda. Skipulagsnefnd óskaði á 25. fundi sínum eftir því að skipulagshönnur og VFSO ráðgjöf ljúki við skipulagsgögn, þar með talið greinargerð og umhverfisskýrslu í samræmi við umræður á fundinum. Bæjarráð staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar á 27. fundi sínum. Skipulagshönnur kom til fundar og gerði grein fyrir fyrirliggjandi vinnu skipulagshönnuðar og VFSO á 27. fundi skipulagsnefndar. Nefndin taldi þær áherslur sem framkom í þeim gögnum sem lágu fyrir fundinum
og þau áform sem kynnt voru fyrir nefndinni í samræmi við áherslur nefndarinnar. Lögð fram uppfærð skipulagsgögn í samræmi við framangreint. Skipulagsnefnd samþykkti á 27. fundi sínum að kynna fyrirliggjandi vinnslutillögur að deiluskipulagi fyrir annars vegar Hamraenda og hins vegar Kallhamar, samanber 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga, samhliða því að kynnt verði vinnslutillaga að breytingu á aðskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 vegna stækkunar athafnasvæðis við Hamraenda og grænna iðngarða við Kallhamra, samanber 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Bæjarráð staðfesti á 30. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði málinu til afgreiðslu í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 9. Enginn hefur kveðið ljós. Bæjarstjórn staðfestir samhljóða afgreiðslu skipulagsnefndar, hverju samþykki því? Og það er samþykkt samhljóða. Liður 10. Framkvæmdaleyfi fyrir veg í Bessastaðahrauni. Lögð fram gögn vegna framkvæmdaleyfis fyrir akveg frá Bessastaðahrauni að Helgafellssveitarvegi. Á 25. fundi sínum benti skipulagsnefnd á fyrirhugað er að fara í nýja veglagningu og tengingu við tengiveginn að samkvæmt 6. grein reglugerðar nr. 772 frá 2012 framkvæmdaleyfi skal sá sem óskar eftir framkvæmdaleyfi senda skriflega umsókn til sveitarfélagsins ásamt nauðsynlegum gögnum fyrirhugaða framkvæmd. Í 7. grein sömu reglugerðar er tiltekið hvaða gögn þurfa að liggja fyrir, þar með talið afstöðumynd, hnitsett í mælikvarða 1/2000 til 1500 eða í öðrum læsilegum mælikvarða sem sýnir fyrirhugaða framkvæmd og afstöðu hennar gagnvart aðliggjandi byggð og að landi, hönnunargögn sem nauðsynleg eru til að framkvæma eftir lýsingu og framkvæmd og hvernig hún fellur að gildandi skipulagsáætlunum og staðháttum. Áliti skipulagsstofnunar mat á umhverfisáhrifum eða ákvörðun skipulagsstofnunar matsskyldu framkvæmdar ásamt þeim gögnum sem stofnunin byggði niðurstöðu sína á. Á grunni framangreins óskaði skipulagsnefnd eftir þeim gögnum sem liggja þurfi fyrir samkvæmt 7. greinar reglugerðar framkvæmdaleyfi og í framhaldinu verði óskað umsagnar Minjastofnunar, Vegagerðarinnar og Umhverfisstofnunar á fyrirhuguðum áformum áður en endanleg afstaða nefndarinnar liggur fyrir. Bæjarráð staðfesti á 27. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og óskaði jafnframt eftir umsögn Skipulagsstofnunar. Bæjarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar og bæjarráðs á 30. fundi sínum. Í samræmi við framangreint er lögð fram umsókn framkvæmdaleyfi fyrir akveg frá Bessastaðahrauni að Helgafellssveitarvegi nr. 557 ásamt umsögnum Vegagerðarinnar, Náttúruverndarstofnunar, áður Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnunar og Minjastofnunar. Skipulagsnefnd lagði á 27. fundi sínum til við bæjarstjórn að samþykkja framkvæmdaleyfi fyrir akveg frá Bessastaðahrauni að Helgafellssveitarvegi nr. 557 samanber 4. greinar reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 772 frá 2012 með þeim tilmælum að allt rask verði afmáð ásamt því að áður ókunnar fornminjar finnast við framkvæmd verksins skal stöðva framkvæmd án tafar og láta Minjastofnun vita samkvæmt 2. málsgrein 24. greinar laga menningarminjar nr. 80 frá 2012. Bæjarráð staðfesti á 30. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði málinu til afgreiðslu í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 10. Og enginn hefur kveðið sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir samhljóða afgreiðslu skipulagsnefndar, hverjir samþykki því? Og það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að lið 11. Ég held ég þurfi vatnssopa fyrir þann lið. Hættu ástand þjóðvega á Snæfellsnesi. Bágborið ástand þjóðvega á Snæfellsnesi Bágborið ástand þjóðvega á Snæfellsnesi er tekið til umræðu og lagt fram minnisblað bæjarstjóra. Einnig er lagt fram erindi sveitarstjórna á Vesturlandi til forsætisráðherra þar sem óskað er eftir neyðarfundi og skipan viðbragðshóps vegna ástandsins. Með vísan til fyrirliggjandi gagna fól bæjarráð á 30. fundi sínum bæjarstjóra að fylgja málum við fast eftir. Hér er sem sagt ályktun sem ég ætla að lesa. Ályktun bæjarstjórnar Stykkishólms vegna neyðarástands á vegum á Vesturlandi.
Bæjarstjórn Stykkishólms ítrekar að viðhald og ástand Snæfellsnesvegar nr. 54, Stykkishólmsvegar nr. 58 og Vestfjarðavegar nr. 60 er langt frá því að vera boðlegt. Sveitarfélögin á Vesturlandi hafa ítrekað rætt við stjórnvöld vegamála afar slæmt ástand vega á Vesturlandi og þá sérstaklega á Snæfellsnesvegi 54, Stykkishólmsvegi 58 og Vestfjarðavegi 60 Dalabyggð. Þrátt fyrir kröfur úrbætur hefur lítið sem ekkert gerst. Langt skeið hafa veginni verið holóttir og yfirborð óslétt sem hefur leitt til þess að Vegagerðin hefur sett upp tilmæli lækkun hámarkshraða niður í 70 eða jafnvel 50 á ákveðnum stöðum. Undanfarið hafa miklar byggblæðingar bætt grá ofan á svart og Vegagerðin lýsti yfir neyðarástandi vegna stöðunnar. Veginir eru hættulegir og byggblæðingar hafa leitt til þess að fjöldi íbúa sem þurfa að fara þessa vegi hafa orðið fyrir tjóni. Sama má segja fjölmarga flutningabíla. Bæjarstjórn bendir á að íbúar búi í raun við skert athafna og ferðafrelsi á Snæfellsnesi og í Dölum í ljósi stöðunnar sem er algjörlega óviðunandi ástand. Þá er óboðleg sú staða sem birtist í upphaflegum drögum að samgönguáætlun þar sem Vesturland er skilið eftir hvað varðar fjárveitingar til stofnvega. Við þessu þarf að bregðast strax og leiðrétta þann mismun sem þar birtist. Bæjarstjórn bendir einnig á að núverandi verðskrá Breiðafjarðarferjunnar Baldurs vinnur ekki að því að minnka umferð báborna og Hóladalsvegi á Vestfjörðum og Vesturlandi heldur þvert á móti, en ólíkt því sem áður var er nú óhagstæðara fyrir flutningaaðila að nota ferjuna en að keyra flutningabíla með tengivagni landleiðina. Þessu fylgir einfaldlega meira slit og ónýtum vegum af völdum þungaflutninga. Bæjarstjórn bendir á að nauðsynlegt sé því að endurskoða verðskrá vegna flutningabíla í ferjunni til þess að minnka álag eða slit á vegum. Bæjarstjórn lýsir því yfir að það ríkir neyðar og ófremdar ástand á ofangreindu vegum sem getur ekki beðið eftir nýrri samgönguáætlun. Nauðsynlegt sé að ráðast í verulegar endurbætur á þessum vegum strax. Bæjarstjórn krefst þess í ljósi þeirra alvarlegu stöðu sem uppi er að nú þegar verði veitt fjármagni til þess að hefja megi endurbætur og uppbygging á framangreindu vegum þannig að hefja megi framkvæmdir á árinu 2025. Og orðið er laust undir lið 11 hættu ástand þjóðvega á Snæfellsnesi. Það þarf ekki að segja neitt meira þetta svo sem. Þannig að bæjarstjórn staðfestir samhljóða afgreiðslu bæjarráðs og samþykkir þessa ályktun sem ég las hér áðan. Hver er samþykkið þessar ályktun? Og það er samþykkt samhljóða. Þá komum við að lið 12 lántaka. Lögður hér fram gögn vegna fyrirhugara lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að krónur 150 milljónum á árinu 2025 í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 2025. Á 30. fundi sínum lagði bæjarráð til við bæjarstjórn að samþykkja fyrirhugaða lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að krónur 150 milljónir á árinu 2025 með þeim lánaskilmálum sem býðst á þeim tíma sem lántaka fer fram. Bæjarstjórn samþykkir að til tryggingar láninu, höfuðstól, uppgreiðslugjaldi, auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlagar nr. 138 frá 2011. Nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til að fjármagna framkvæmdir sveitarfélagsins þar með talið í gatnagerð, viðhaldi og endurbótum fasteigna og fráveitur sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga sama númer 150 frá 2006. Jafnframt er Jakobi Björgvini Jakobssyni bæjarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl til fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með talið beiðni útborgun lána og orðið er laust undir lið 12. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi Ylista, gerðu svo vel. Forseti, fundamenn. Ég veit ekki hvort
þetta rétt lesið hjá mér en ég las í tón forseta, ég kannski að stytta mál mitt, tala um mikið. Það getur verið að það sé mislesið hjá mér. Já, fyrir liggur náttúrulega þessi lántaka. Það er ekki leyndarmál að við vorum á móti fjárhagsáætlun á sínum tíma, einmitt út af því okkur fannst lántakan vera rífleg, sem hún er. Okkur finnst að það sé lagarinn að ná niður skuldastöðunni. Þess vegna þurfi lántakan alltaf að vera undir því sem afborganir eru. 150 milljónir er kannski sem ég hefði sagt að við vorum að þrýsta okkur alveg svo ofalega eins og við gætum, en það fór og endaði í 250. Þetta náttúrulega setur okkur til framtíðar þrönga stöðu sem ég held að við þurfum að losa, við þurfum að hafa meira svigrúm. Svo náttúrulega líka að þessi tímasetning er nú kannski þannig að ég hefði viljað sjá kannski minni lántöku akkurat núna. Við erum, það er breyttar aðstæður hjá okkur, það er nýbúið semja kennara. Það mun hafa töluverð áhrif á okkar áætlun, ég veit ekki hversu mikið, ekki fengið neinar upplýsingar það ennþá, það vantar að vera það tekið fyrir á næstunni. Og svo náttúrulega eru þessar færanlegu einingarhús sem eru að koma, það náttúrulega á ég vona að vera hærri upp að við höfum svo gert ráð fyrir í skólamál. Og að því nú komir inn á þann punkt, þá langar mig að taka umræðan drasl aftur upp. Ég sagði ekki að þetta væri drasl, ég sagði ef þetta væri drasl, að þá ættu að skilja það eftir. Þannig ég er ekki að halda þið fram, ég hef ekki séð þessu hús, ég hef bara ekki upplýsingar um það. Hins vegar skal ég viðurkenna mig að orðið drasl er ekki gott í svona umræðu, þannig að ég myndi þá fá að umorða það til bókar að ef er ekki hægt að nýta einhverja gáma eða hlutur húsnæði, þá séum við ekki að draslast með það hingað ef við enda svo bara ruslinu hvort þið er. Ekki sem drasl. Þannig ég ætla bara þá í ljósi þess að fá að koma með bókun sem er eftirfarandi. Lántaka ársins samkvæmt áætlun er 250 milljónir. Fyrir fundinum liggur fyrsta lántaka ársins upp á 150 milljónir. Íbúðalistinn hefur varað við ómiklum lántökum sem undanfarið sem og í áætlun 2025 eru umfram afborganir eldri lána. Enn er besta fjárfesting sveitarfélagsins að greiða niður skuldir, fara hóflega í fjárfestingar og forgangsraða framkvæmdaverkum. Ljóst er að með við þróum mál á síðustu dögum, það er kaup á 480 fermetra af færanlegum húseiningu sem lá ekki fyrir framkvæmdaáætlun, sem og undirskrift kjarasamninga við kennara að fara þar aftur í fjárhagsáætlun fyrir 2025. Undirrituð muni greiða atkvæði á móti afgreiðslu málsins. Þetta skrifa Íbúðalistinn, Haukur Garðarsson, Ragnar Már Ragnarsson og Heiðrún Höskuldsdóttir. Við greiðum atkvæði á móti til þess að fylgja eftir því að við vorum á móti líka fjárhagsáætlunni. Okkur finnst að það þarf að fara að setja þetta í fastari skólur og lánin og afborganir lána sé ekki sem þurfa að haldast í hendur og við þurfum að sameinast á það að þetta sé ekki verið að auka skuldsetningu hjá okkur. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Haukur. Ég svaraði bara strax með tóninn, fyrirgefðu. Ég var bara að vanda mig að segja nafnið þitt rétt. Ég var búin að blanda nöfnum eitthvað saman eitthvað. Ég var bara að vanda mig. Fyrirgefðu, Haukur. Orðið er laust undir lið 12. Engin kveður sér hljós en varðandi draslið, eða draslið ekki drasl, þá er alveg rétt að það komi fram að við gerðum ekki tilboð fyrir að búið að vera að skoða húsin af húsasmíðameistara. Þannig að við skulum vona að hann hafi ekki látið okkur bjóða í drasl. Eða léleg húsakynni. En bæjarstjórn samþykkir ofangreinda bókun vegna fyrirhugaðra lántöku með 4 atkvæðum fulltrúa hálista. Nei, ég á ekki að lesa þetta svona. Hvað er eiginlega með að fundi hérna? Það er einhver að flýta fyrir sér þetta. Ég bara spara hvernig ég ætla að lesa þetta, þannig að það verði ekki eitthvað bull. Já.
Bæjarstjórn samþykkir fyrirhugað lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga á höfuðstól alltaf 150 milljónir árið 2025 í samræmi við óvangreinda bókun. Hver eru samþykkir því? Og það er samþykkt af 4 fulltrúum H-lista. Hver eru á móti? Fulltrúar í lista greiða atkvæði á móti. Þannig að þetta er samþykkt með 4 atkvæðum H-lista en 3 atkvæðum, 3 atkvæði í lista er á móti. Þá er komið að síðasta liðnum. Ég held að þessi vitleysi fundur hafi verið svona því að það eru 13 liðir á þessu fundargerð. Við skulum aldrei gera það aftur, aldrei. En þessir minnispunktar bæjarstjóra eru lagðir fram til kynningar. En við ætlum að fresta kynningunni þar sem að Jakob er hér. Ég held að hann treysti mér ekki til að fara með minnispunktana. Ég kannski geti verið að veit þessu. En allavega frestum við þessum lið til næsta fundar. Orðið samt alveg laust undir lið 13 ef þið viljið hjá okkur. Svo er ekki. Þá ætla ég að slíta fundi. Klukkan 17:42 og þakka fyrir skemmtilega fundarsettu og eigið góða helgi.